Já, komið þið sælir, árandi góðir og verið velkomin í beina útsendingu frá Íslandsmótinu í atskák. Ég heiti Björn J. Karlsson og með mér Ég er Ingvar Þór Jónasson. Já, það er rétt. Hvað reytum við? Þetta er að fara að verða eins og góður svona vikulegur útastáttur hjá okkur. Já. Hvað eftir annað? Vona árandi kunna að meta það. Það er fljótlega að fara að byrja 8 manna úrslitakeppni í Íslandsmótinu í atskák. Útsláttarkeppni. Kannski á meðan keppnir eru að fara af stað að við kíkjum eldsnögt yfir hvernig undankeppnin fór. Já. Hérna sjáum við á skjánum efstu menn í undankeppninni sem frá okkur í gær og það voru 7 efstu sem unnu sér þátttöku rétt í úrslitakeppnina sem var framfyrir í dag. Þannig sjáum við Hjörvar, Jóhann, Arnar, Davíð, Braga, Vigni og Alexander Ólafur Mæ sem komist áfram og eftir sátu sterkir menn. Já, Alexander Ólafur komst þarna áfram á kostnað sterkra manna. Óvænt myndirðu segja? Já. Nokkuð óvænt, já. Helgi Árs situr eftir, Guðmundur Gíslason, Andrés Gretarsson, margir sterkir menn, Áskell Örn, fleiri góðir. En Alexander Ólafur, ungur keppandi vinnur sér þátttöku rétt í mótinu og Guðmundur Kjartansson fer beint inn í úrslitin, hann er ríkjandi Íslandsmeistari í atskák. Já. Við ætlum að byrja á því að kíkja á viðureign stigahæsta keppandans. Hjörvar Gretarssonar sem stýrir hvítum mönnunum gegn Vigni Vatnari. Já. Það er eins og þeir mætist bara hver einasta móti. Þeir eru þarna á stað og ég er þarna átt með Arnar Gunnarsson inni, ég ætla nú ekki að hafa hann inni. Kannski það er Vigni í mynd hérna. Já, kíkjum við augnablikið það. Hjörvar og Vignir, þeir hafa nú mæst áður. Já, þeir Það segja það. Gott þeir mættist ekki í úrslitum á Íslandsmótinu í netskák. Já. Þar ræði Vignir Hjörvar í undankeppninni. En hefur almennt sér gengið mjög illa á móti Hjörvari. Já. Það er eins og Hjörvar hafi smá taka á honum. Við tældu á opnum mótinu á Selfossi. Cirka saman tími í fyrra. Já. Þá virtist nú Hjörvar hafa jafntefli í hendi. Einmitt. Neða, allt svo Vignir. Misti það á hendunum. Og Vignir er að tefla hérna hollenska vörn eins og hann hefur gert þetta í gegnum tíðina. Hjörvar er í þessari kantpeðsýtingu. Já. Enda fram hápeðin eins og tölvunar. Það eru svona aðeins vinsælla í kjölfarið á þessum tölvuforritum meðlum. Einmitt, hann er búinn að leika H4, hann er ekki búinn að leika H5 en hann er svona kannski líklegur til að koma eða hvað. Já, hann er kominn. Hann er kominn, já. H5 kominn. H5 kominn, við sjáum það og þetta er kannski eitthvað sem að Hjörvar hefur mögulega undirbúið fyrir mótið vegna þess að hann nú ekki, að ég held ekki vannur að tefla svona á móti honum sko. Nei. Þetta er ekki verið út á CS6, setur press á DFP. Já. Þetta er nú svona Hjörvar bara valdar það. Já, þetta er svona, það er óþægilegt að hróka kannski fyrir svartan. Döttróka aftur hann í D2 og með auga hérna með þessu og hrókur hérna hálinni. einmitt. Þetta er eitthvað svona þess og það er neitt. Þannig að G5 hjá Vigni, hann haldur svo lokuðu. Einmitt. Á H6, já. Þeir eru H6. Er einhverja líkur að Hjörvar geti sett einhverja pressu á P eða F5? Já, mögulegt. einhverjum svona leikjum og C2, hann þarf líklega aldrei að ákveða rittar B4 til drottning A4 skák. Já. Rittar hann tilbaka á D5. Hvernig myndi Vignir bregðast við þessu? Já, bara ef fyrstu D4 hann C2. Það þegar hvítar á alltaf að spá að hvítar ekki alltaf ekki D5 þá ef við leikum með 6. Það getur verið hugmynd, já. En við sjáum þetta hérna niðri á skýringaborðinu hjá okkur. Það byrjaði hérna á C2 og hefur kannski huga á að leika hér, til dæmis Já.
Já, spurningur svartur leikur hérna. Já, Essex getur verið svarað mögulega með D5 til að reyna að brjóta upp. Hann leikur E6. Nei, það er ekki komið fyrir ég. E6. D3. Og við fórum nú hratt af stað með skákirnar, við vorum ekki búin að koma inn á það að styrktaraðilar útsendingarinnar í dag eru heimilistæki og tölvulistinn. Þakka fyrir stuðninginn. Og fyrirkomulega mótsins er þannig að þessir 8 sem hafa unnið sér þátttökurétt í úrslitunum þeir tefla einvígi og við erum í hérna fyrsta einvígi Hjörvar og Vignir og við skulum kannski bara líta eldsnögt á hvernig úrslitakeppnin fer fram. Við fáum hana hérna á skjánum, við sjáum að Guðmundur Kjartansson mætir Alexander Ólifi Mæ, Davíð Kjartansson mætir Arnari Gunnarsinni og svo er það Hjörvar Steinn og Vignir Vatnar og svo Bragi Þorfinnsson og Jóhann Hjartarson og við sjáum hvernig sigurvegararnir úr þessum einvígjum mæta svo í undan úrslitunum. Í öllum einvígjunum eru 2 skákir, 10+3, ef jafnt, 1-1, þá bráðabanna skák þar sem að hvítur hefur 5 mínútur og svartur 4 mínútur. Og er þá dregið eða á hærra Mér skildist að fyrirkomulega verið þannig að já, svo sem að hærri má velja hvort hann hafi hvítt eða svart. Ok. Ef ég skildi það rétt. Já. Kemur kannski ljós á eftir. Það er mjög líklegt að við fáum. Já, við hljóttum nú einhvers staðar að fá bráðabanna. Já, Ég held það. mjög líklegt. Það er svona fyrirfram myndum að búast við því að vængurinn hjá Hjörvari og Jóhanni sé svona sterkari. Já. Ég svona persónulega hefði viljað sjá Jóhann og Hjörvari í úrslitum en þeir kannski sína og sanna hinum megin að það er mjög harðir menn þar líka. Já. Heldur betur. Ég ætla hérna að föndra upp hérna fleiri viðuregnir. Já. Það er Jóhann og Bragi, já. Það eru stöða skemmtilega skákir í gangi, ég er svona aðeins að ná þessu upp hérna. Það er svona aðeins rólegra tempo þetta en hraðskákinu, þannig að það er allavega hægt að svona fylgjast aðeins betur með. Já, við ættum að geta gert það. Ná hérna Brynjar 56. Það er eitthvað við erum í huga. Svona fletta þessu upp hérna. Já, við erum með þetta Hjörvar á skjánum. Ég skal sjá hvað er komið þar. Við erum með sýninguborðið niðri hægra megin. Sáum síðast ánum C2 og líka E5, já. 1-5. Fram á því. Og D5, þetta er B8. G4, já. Og það er G7. Já, G4 er svona skemmtilegur stöðulega leikur hann hjá Hjörvari. Hugmyndin er að ef þetta er drepið þá er Hjörvar komið með sannkallað tangarhald á sem E4 sem er oft mikilvægur í svona stöðum. Þetta er svona hluta það að hann getur líka skákað hérna G6. Já. Þetta er svona stöðutýpa svona svipar mikið til kóngstundina. Einmitt. Þannig að Hjörvar veit greinilega að fá valdið hérna ná þessu peði af F5 og fá hann E4 fyrir hittara. Og nú
Nú ef hann drepur á F5 og drottinn drepur þá er hann kannski ekki tíma í að leika biskup D3 að því að sem rittarinn á F3 er í uppnámi. þetta sko. Það er spurning hvernig Hjörvar fer í þetta allt saman. Ég ætla að reyna að fá upp fleiri skákir hérna eldsnöggt og við ættum þá að geta skipt á milli og sé fleiri viðvögnir. Og við kannski höldum þeim félagunum hérna inni til að byrja með. Vigni, já, þú er Hjörvar að hugsa, hann er komin í 5 mínútur. Já, tímamarkin hjá okkur. Já, tímamarkin 10+3. 3. Já, 3 sekundur viðbótar tíma, það er svona í það minnsta fyrir aðskokk. Já. Við erum hvort að já. Hann geta lent í vandræði með að hérna það lendir tímar ekki. Má sjá, það kom hann að C5 leikur hjá Hjörvari. Þetta er mjög kröftu frammerska hjá báðum eiginlega og Vignir hann stuttlokkar. Hann stuttlokkar, já. Hefur greinilega ekki miklar áhyggjur af að verða undir lendi ykkur árásanna á kóngskanum. Það er spurning hvernig Hjörvar heldur áfram því að hvítum langar róstar að leika hérna biskup D3, það er náttúrulega E4 sem stoppar það. Það er spurning hvernig hann prófar þessa stöðu. Það er nokkuð ljóst að hvítu vilur að hérna langkróka. Já, það er bara eina spurningin hvort það sé búin að brenna marga brýr, ég veit það ekki. Já, já. Það veit það D2. Reyna að ná sem F4-1. Svartur er náttúrulega langtíma með biskupparið og ýmsa svona dýnamiska möguleika líka sko. Já. Það er ekki alveg ljóst. Það er ekki alveg ljóst að Sjá líka Hjörvar er komin undir 4 mínútur. Vignir er með aðeins betra tíma í augnablikinu. Þetta er fyrir G7 og drepur á F5. Hann ætlar að fá hana reitt. Rittara hérna. Sýnist hann alltaf takast það. Drottning drepur á F5. Hvað er það inni? Já. Já. Það var kaup hérna og þetta er G til E4. Þetta er þessi press á peðir og D8. Sýnist þessi strategi að hafa bara heppnast hjá Hjörvari. Já. Næri sem E4-1. Það er leiðilega veiklingi hérna Já. á D6 sem það er eiga við. Nú næsta skrefið hvítum við vantanlega að skipta upp á þessum biskupum ef það svartilega við það. Einmitt. Geti verið mjög mælegt fyrir hvítan ef hann er því. Já, þá er hann með alveg rjóma endatafl. Það er einhver F3, rittur A6 á Vignir, hann þarf að fara í eitthvað svona já, treysta biskupparið. Vignir drepur þetta.
Þannig að heldur þessum E4 en svartur heldur hvítabiskunum. Það gæti alveg skipt einhverju máli. Flokkur C, flokkur A, B8, B3. Biskup F8, hann vil valda peði hérna með biskunum. Losa hann vonandi hrókin. 3 mínútur yfir Hjörvari, aðeins meira Vigni. Já, við verðum vantarlega bara með fókus á þessa viðri. Við lentum í svona vandræði með hérna. Já, við höldum okkur hér og bíðum aðeins með að skipta. Já, fókus finnir 7, fókus 2, það er þetta hratt núna. Báðir byrjar að passa upp á tíman. Hjörvar að reyna að ná upp tímanum og Vignir að reyna að halda smá tímaforskuti. Svo beina 7. Já, sýnist að hvítur sko. Já, hann leikur þetta eftir, ok, ég vil halda þetta honum. Ég ætla að segja að hann má jafnvel leyfa droppa F4 undir einhverjum kringumstæðum til að opna sílínuna. En hann kýs að gera þetta svona, þetta er að finna 2. Það er kannski að reyna að opna sílínuna í dagi og bara með ryttara hér og hér, svo bara aftur á F4. Eiga svo eitthvað svona. Virðist svona eins og sem mjög auðvitað að tefla hvítastöðuna. Já, A5. Fínn leikur, nú ef þessi ryttar hreyfir sig þá kemur A4 þannig að bindur Hjörvar aðeins niður. Heldur betur tíma, það er samt svona það bil, það er góður fyrir þetta að enda. Fyrir svarta stöðuna, þetta er hérna 4. Setur að peðið, kom G7 vill ekki drepa. Þá verður það mikil hóla hérna og finnur 5 fyrir ryttara. Hittir A4 núna. Og sílínan opinn. C7 jafnvel, undir einhvern kringumstæðum. Vignir heldur aðeins betur tíma en þá. D til C8. Kemur E4, já. Og aftur ef hann dreipur þá verður F5 hólan heila stór þannig að hann fer tilbaka. Ryttar E3. Býður honum aftur upp á kaup en það er sama ef hann dreipur á A4 þá var aftur og stór hóla þannig að svartur vill ekki gefa hvítryttarbiskupinn. Má nú alltaf leyfa sér það sko. Getur hann eitthvað virkja svartryttarbiskupinn? Er það eitthvað möguleiki? Já, reyna kannski að fara í eitthvað svona Nættorf mannúðurengur, reyna að koma hérna á þessu skálinu. Það verður að reyna eitthvað svoleiðis. Hefði, já. Tímapunkti. Hann leikur biskup D8. Maður sæði fyrir sig fyrir Hjörvar að flytja hinrittarann yfir á C3, E2, G3 og fara inn á F5 en þá kannski vaknar svartryttarbiskupinn til lífs á B6. Þá kemur þessi kannski á hennar reitt. Þetta er rétt. Ennþá nokkra sekúndur fyrir Vigni. Já. Gert það vel að halda tímanum. Það er B2. Já. Spurning hvert hann ætlar. Er ekki biskup B sem svona Kallar á mann sko. kallar svona á mann, já. Þá ætlar hann líklega á C4 eða eitthvað. Já. Svona hefur auðvitað með 2 peðum. Jú, hann leikur þessu. Og þessi vantar að strax, já. Já, nú má Hjörvar ekki taka A5. Já, sniðulega, þetta var vel gert, ég sá þetta ekki. Hann valda peðið og valdar A5 peðið óbent út á skákinni. Ef hann dreipur þá er skák á B4. Og B1. Mögulega eitthvað reitt á kúnum. Vignir. Já. Þessi leikir A4 núna. Nei, já, svo. Það er alltaf þessi F5 reitur sem er erfið. Já.
Já, nú loksins er að koma að vera tíma, sko. Nú fer þetta líka að vera vönd að ráða. Tíma fórst að vera stórt. Leikur A4. Það dreipið alveg leið. Ítur má vantanlega bara drepa því að það má ekki drepa tilbaka út af skákinu F5. Þú finnir 7. Fyrir alltaf úr skákinni, hóttar þá kannski að drepa samt ekki. Jú, hóttar að drepa núna því að þessi er hún í hérna bakvið rittara. Leikur hrók og C1. Það er hrókin úr því. Þannig að nú ef við drefum A4 þá kemur rittar F5. Þau höfðu að rása D6 og H6. Það getur líklega ekki leitt sér það. Næstu því mínúta í betri tíma núna hjá Vigni. Hjá Hjörvari, myndi ég sagt það, meira en mínúta. 1:45 móti 38 sekúndum. Tíminn líður hérna hjá Vigni. Já. Og 3 sekúndur í viðbótartíma, tíma, það eru kannski ekki að fara að bjarga mjög mikið úr svona Nei. vandræðum. Bara 7. A5 heldur þessu peði. Þegar típið, þetta er samt peð. Biskup D4, já. Kongur D3. 3. Vignir heldur nú svona smá pressu á Hjörvari, þannig að sér þetta. Já, samt svo það er ekki. Þú getur aldrei leikið neinu leikjum hérna, þá kemur alltaf þessi skák. Já, einmitt. Kongur F8, já. Hefur setur á þetta peð. Líklegast kemur þá kongur 1-2 tilbaka. Eða hvað? Já, eða hvað? Já, smá trikk, já, kongur 1-2, þá getur hann kannski leikið biskup B5, rittar F5, hrókutur bara F5. Já. Þessi trikk að leika hér, við myndum að drepa hana, rittara, drepa svo hér, drepa tilbaka, þá er hún í B1. Einmitt. Vinnum hann. Spurning hvað... Já, herri, nú er báður þetta niður í 30 sekúndur, tíminn að jafnast, þetta var kannski skemmtileg leikur, Hjörvar drepar B8 hana. Það verður að drepa þetta tilbaka. Leikur þetta F5, já, ætlar að fá hennan. Fá þess að hvítur rétti hérna, nokkuð B5. Góður rittari á móti. Ekkert sérstöku biskup allavega. Kongur hérna 4, verður að valda þetta peð. Og C5, leppa rittarann. Og C2. Ok. Búin að afleppa hann, þá fellur þetta A5 peð kannski. Þá komast við inn, þannig að þetta er ýmislegt sem við þurfum að hugsa kongur finnur 6. Já. Hjörvar með ansi marga peðaðegar. Já, ekkert að bæta stöðuna, þetta er einmitt. allt niður nelt. A3, já, þetta er svona einu biðleikur. Já, einmitt, en hvað svo? Hvað svo, kongur E7, segir bara pass. Rittar E3, þetta er með biskup, þannig að hvítur er leppur. Hann bara hlýtur að þurfa að gefa einhver peð, sko. Þetta bætir hans stöðu. Hann leikur A4. A4, já, ok, vantanlega bara kongur F6 strax. Segir bara þú ert leika aftur, þá fyrir hann A4 með rittarinn. Já. Ok. Ok, og þá getur við drepið. Hrókur C4, hann gefur eitt pett til að valda mennina, nú getur hann að fara hér, þannig að kannski kemur A6 eða eitthvað. Þá er hrókur svolítið fastur. Biskup C5. Lokar hrókin úti allavega. Þetta er B5. Nú kemst rittarinn inn, en hann á kannski engin sérstök skotmörk, ekki auðveld allavega. Ég er búinn að verjast mjög skemmtilega í þessu skák. Hrókur B6, rittar 1-6. 16 sekúndur, aðeins betri tími hjá Hjörvari. Nú þarf hann með hrókin. Drepa á C5 hjá. Drepið, hrókur B4 aftur. Hrókur tilbaka, drepar F5. D6. Hann á hrókur D, hann á kongur E6 líka.
Þetta ekki bara reddast á vigni, ég sýnist það. D7, það er drepið og hrókdöfur 5. Það er hrókur af mér þetta. Já, byrjar á því, rekur hrókin upp á, já, það fyrir nú ekki með hrókin á B7. Fer ekki í passivörnina. Það er alltaf svona í þetta, já. Svona, Ok. kongur F5, það er að skáka. Kongur B3, kongur F2. Kongur F4, myndir nú leika sér mát, hann leika því ekki. Sjáum það, kongur F4, þá kemur bara mát hérna. AP áfram. Var þetta ekki eitthvað smá klúður í augunni? Kongur F6, kongur A8, Það fyrir með kongin á G7. 7, Já, til að verja stafninu. A7. Þetta ætti að vera réttumlið. Já, það er nú líklegt. Af því að þótt að Vigni vinni þetta peð hérna, þá dugar vörnin. Heldur hróknum á A-línunni. Kongur A5, kongur B4, kongur A1, kongur C5. Það er þetta hratt núna, mjög hratt, kongur A7, já. Þeir reynir að koma kongnum inn fyrir. Þá kemur E4 og þá væntanlega ætlar hann að ýta G-peðinu. Tryggja sér jafntefli þannig. Athyglisvert. G4 komið á, F5, G3. Hvað er að gerast þér? Já, ég kenni átta mikið alveg á þið. Hér var eitthvað klúrlega þessu. Hann getur leikið hrókur... Nei, hann getur það ekki. Jú, hann getur það. Nei, hann getur ekki neitt. Ha? B8. B8. Já, G2. G2. Verður að leika hrók B1, já. Já, þá getur drefið þetta peð. Það var E-peðið að Það fara var af stað. epið að fara stað. Hvað er að gera það? Þá verður við tilbaka. Og maður passa sig á hrókur F2 skák og hrókur F1 sem er hóttur í stöðunni. Hann leikur E7. Hrókur eftir skák. Hrókur E6. Hrókur E2 tilbaka. Vigni heldur áfram að skáka, já. Og leikur... Já, ég held að myndi leika hrókur eftir hérna. Aftur. Úff. Hrókur E2. Útakongur F6. Skákar. Ég vil bara jættefli. Líklega fjárhátt jættefli núna bara með þráleik, sýnist okkur. Já, það að gera þetta 5 sinnum ef við krefist ekki. Já, einmitt. Já, jættefli, þetta var spennandi skák. Þvílík sigla hana hjá... Já, þetta var vel varist hjá Vigni. Verður að Já, hrósa honum fyrir þetta. Ég ætla að fá að gera örstutta pásu á útsendingunni og koma bara inn já. bara eftir